Komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Blómin eru komin í vasann, rauðsmári og allir þessi gulmaður, gullmaður, ekki alveg viss. En allavega gaman að vera með ykkur, við fáum góða gesti til okkar í kvöld. Fyrstur á mælandaskrá er Karl Jónsson, verkefnastjóri Matarstígs Helga Magra, velkomin. Takk. Viltu aðeins útskýra þetta fyrir bara Matarstígur Helga Magra? Já, sko þetta verkefni, svona framtíðarverkefni sem að hefur þann tilgang að sameina matvælaframleiðendur, veitingaaðila og ferðaþjónustuna í Eyjafjarðarsveit í eina sæng og með það svona hóflega markmið að búa hér til mataráfangastaða á heimsvísu, sko. Já, það ekkert öðruvísi. Nei, þú veist matarstígur sem slíkur bara svona á heimsvísu verkefni sem sett upp til að ramma inn mataráfangastað sem að þegar til eða til að búa til nýjan en við erum náttúrulega svo heppin að við höfum allt sem við þurfum inn í Eyjafjarðarsveit til þess að setja upp svona alvöru mataráfangastað. Það eru náttúrulega framleitt eitt og annað, egg og mjólk og hunang og grænmeti og alls kyns. Já, og allar tegundir af kjöti og svo bara höfum við náttúruna líka sem að... Og svo tengið þetta við ferðaþjónustuaðila og þetta verður svona svolítið tengslanett. Já, það er stóra markmiðið og það sem að eitt af svona undir markmiðunum að þetta á að þáttakendur eiga að geta séð í sínum rekstrartölum að ákveðin hagnað við að taka þátt í þessu verkefni. Já. Og við byrjum á í rauninni heimavelli þar sem að þáttakendur eru skyldur til þess að kaupa allt sem í boði í Eyjafjarðarsveit inn á sína veitingastæði eða í morgunverð og kaffihús og slíkt, sko. Og þannig treystum við svona okkar innra hagkerfi. Þannig að þeir sem í matarstígnum að bjóða upp á kjöt framleitt á svæðinu og mjólkin kannski fer í gegnum samsöluna. En við lítum á mjólkina sem burðarhráefni af því að 10% af allri mjólk á Íslandi eru framleidd í Eyjafjarðarsveit og mjólkin fer öll hingað inn á MS á Akureyri. Þannig að við lítum á það sem eitt af burðarhráefnum Eyjafjarðarsveitar. Og hvernig, sko, þetta hljómar allt svo vel, hvernig þetta svo framkvæmt? Já, við erum með, sko, þetta má segja markað svo nýsköpunardrifið verkefni. Við sönsuðumst á fjögur svona verkefni í sumar, okkar fyrsta starfsumar. Og það í fyrsta lagi bændamarkaðir sem verða á 2 vikna fresti frá og með núna næsta laugardegi. Já, bara á morgun. Á morgun, og við ætlum að verðum við íþróttamiðstöðina í Hrafnagilshverfi. Já. Og það sem að sveitarfélagið setti upp fyrir okkur aðstöðu og þar verða, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað verða margir en það verður svona þverskurðurinn af því sem í boði í sveitinni og hann opinn milli 12 og 4 og nú síðan eru svokallaðir svona uppspretti viðburðir sem að hver og einn þáttakandi getur haldið bara á sínum eigin forsendum og einhverjir matatengdir viðburðir. Svo erum við með ætlum við að setja upp matarhátíð Helga Magra í 7. til 9. ágúst og ætlum við náttúrulega að tengja það handverkshátíðinni. Já, sem verður ekki. Já, sem verður ekki, en við ætlum að ótrauð að halda okkur við það. Verður það líka á Hrafnagili eða þannig? Já, sko, það hluti af því verður bændamarkaður, og svo verða veitingaaðilarnir með sína bara viðburði og sína matseðla og annað, þannig að fólk getur komið og notið einhver svona sérstak sem í boði. Og til að gera þetta svona sýnilegt, þá eru þið komið með það ekki, logo og læti? Jú, við vorum svo heppin, við fengum gríðarlega góðan styrk bæði frá Matarauð Íslands og hins vegar úr sóknaráætlun sem gerði okkur kleift að starta þessu verkefni bara með stæl. Og í rauninni verkefni fæðist mjög vel skilgreint, þetta búið að vera í vinnslu og pælingu síðan 2015. Já, fóruð ekki meira sér til útlanda að skoða svona sambærilegt fyrirbæri? Það mikil fyrirmynd okkar matastígur á eyjunni Möll sem út fyrir vesturströnd Skotlands og þar var einmitt þessi svona hugarfarsbreyting sem átti sér stað að bændur fóru að geta selt veitingaaðilum beint. Bændur fengu aðeins hærra verð
og veitingaaðilar geta þá aðeins hækkað verði líka og sínu réttum af því að það bara vitað hvaðan kjötið kemur og þannig að þetta svona gæði og þetta eflir lokal hagkerfið í staðinn fyrir að sé verið að senda kjöt á sláturhús og í burtu og minnkar kolefnisspor algjörlega sko. Þetta bara win-win svo þau segja og það einmitt sko eitt af verkefnunum sem við erum með að það svokölluð vistvæn dreifileið talandi kolefnissporið að við höfum fengið í okkar umsjá rafbíl sem að Höldur styrkir okkur með að stóran hluta og einu sinni í viku að þá fer þessi rafbíl fer á milli framleiðenda safna saman pöntunum frá veitingaaðilum í Eyjafjarðarsveit og dreifir sem sagt þessari vöru á eins vistvænan máta og mögulegt er. Ekki einmitt verið að pröfukeyra það svolítið núna? Jú, bara þessa myndir sko, það fyrsta ferðin farin í dag kannski? Já, það verður gaman að sjá hvernig þetta fer sko, en þarna erum við að fara að bjóða upp á algjörlega kolefnislausar ferðir og erum að stytta í rauninni þessar boðleiðir í staðinn fyrir svo að allir veitingaaðilar séu að aka þess og kruss sveitina að sækja sína pöntun að þá fá menn þetta bara heim á þennan hátt. Þetta aldeilis magnað. Við erum bara kannski búin að stikla á því helsta. Eitthvað svona sýn fram í tíman? Þetta náttúrulega bara fyrsta árið, svona byrjar þetta og svo bara á þetta vonandi eftir að vaxa og dafna og eru þið með eitthvað svona lokatakmark? Sko, við ætlum að bæði að fjölga ferðamönnum inn í sveitafélagið og við ætlum að hjálpa bændum að fá hærra verð fyrir sínar afurðir og þá með einhvers konar fullvinnslu eða einhverju markaðssetningu. Þetta vörumerki Helgi Magri eitthvað sem að kemur til með að bara að stækka og eflast og hvað þann þátt varðar að þá sjáum við fyrir okkur að það verði framleiddar vörur undir merki Helga Magra. Já, ekki einmitt verið að byrja núna með pröfukeyslu á kaffi? Jú, akkurat. Það einmitt bara komið glóðuvolt kaffi úr kaffibræðslunni hérna. Já. Við viljum efna til samstarfs við matvælaframleiðendur á svæðinu og við náttúrulega ræktum ekki kaffi, ekki ennþá, en kaffibræðslan að flytja inn kaffi sem að hentar okkar svona konsepti mjög vel og rekjanlegt beint til bænda og við höfum upplýsingar þetta kaffi og allt það sko. Og þetta kaffi ætlum við að bæði að nota veitingaaðilar í Eyjafjarðarsveit og síðan að selja til almennings og meðal annars á þessum bændamörkuðum. Þannig að við megum eiga vona á meiru af þessu og stóra myndin í framtíðin svo að hér verið komin vefsölusíða þar sem fólk alls staðar á landinu geti bara farið inn á og keypt vörur úr Eyjafjarðarsveit og fengið sent heim. Helgi, matarstígur Helga Magra og á ensku það? Helgi the Skinny Food Trail, já. Þetta verður bara orðið þekktu vörumerki áður en við getum snúið okkur við. Já, það var svona pælingin, sko. Auðvitað kannski viðkvæmt að vera að taka svona gamlar sögur og tvistaður eitthvað, sko. En hann hefur verið þýddur sem Helgi the Lean yfir á enska tungu. Já. En hann fékk náttúrulega þetta viðurnefni af því að hann var talinn sveltur í æsku og var mjór og ræfilslegur og þá það ekkert rangt við þessa þýðingu, the skinny. Þetta bara eiginlega svolítið skemmtilegt, talandi mat. Akkurat, þetta svona, út frá markaðslegu tilgangi þetta mjög, mjög skemmtilegt. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, Karl, og segja okkur frá matarstíg Helga Magra og bara gangi ykkur svakalega. Já, takk kærlega fyrir mig.